Góða kvöldið, velkomin í kvöldkaffi. Ég hef nú heyrt að hárgreiðslukonur séu heimsmeistarar í spjalli og ég komin með 2 hárgreiðslukonur hérna til mín og við ætlum að spjalla Helgu vegna þess að það bleikur október. Hvor vill segja mér, hver var Helga? Helga náttúrulega fyrir mér mamma mín og líka vinnufélagi minn þar sem við unnum saman. Og hún systir mín og vinnufélagi og sálufélagi. Já, ég tek eftir að þið segið Já, ég fatt það ekki eins og. Þið föttuð það ekki eins og. Já, ég upplifði það að kúnni minn talaði bara talaði mömmu einhvern tímann. Já, Helga mamma þín og sagði, fyrir ekki var, ég bara nei, hún ennþá mamma mín, sko. Já. Það bara þannig. Hugsa þetta bara þannig, svolítið. Já. Það líka alltaf örugglega bara minna á sig reglulega. Örugglega. Hvað kom fyrir Helgu? Hún fekk brjóstakrabbamein af eiginlega bara verstu gerð, óheppin, en tók þennan sjúkdóm í nefið að mínu mati, eins og hún gat gert á þessum tíma. En þetta var ólæknandi, en við vissum það nú kannski ekki strax. Nei. En maður alltaf með þessa von, eins og margir sem fá slæma fréttir. Ég myndi líða þannig fengi ég vita að ég var með krabbamein að ég væri stressuð og hrædd og ég væri hreinlega bara dauðvona. Það er bara fyrsta sem maður hugsar. Svo fer maður að berjast, sem hún gerði, algjörlega. Ekki sammála því? Jú, maður fann ekkert fyrir því að hún væri komin á þann stað, en það kannski byrja þetta heldur ekki þannig. Þetta var svona komið í að vera ólæknandi, byrja bara að vera brjóstakrabbamein og hún fer í þessu meðferð sem hún fer í og alltaf rosalega jákvæð og maður fann aldrei fyrir því að hún væri bara eitthvað dauðvona, maður bara fólk hefur náð að komast í gegnum svona hluti og vildi vera bjartsýn af því að hún var bjartsýn. En svona eftiráhyggja, eftir allt saman, þá fékk hún aldrei góða fréttir í þessu ferli. Ekki einu sinni? Nei. Eiginlega ekki. Eiginlega ekki. En hún var alltaf bara... En alltaf var hún jákvæð, alltaf bara þetta komið og 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 hélt alltaf áfram í neistan, þangað til bara alveg í lokin, Haldið hún hafa gert það fyrir sjálfa sig eða fyrir ykkur eða bara... Ég held það algjörlega bæði. Já, ég held það. Og líka fyrir kúnnana. Já. Það sem kom mér svolítið á óvart, hvað hún var, ég kem ekki í vinnuna þennan dag, en ég ætla að koma hinn, Hún var alltaf á leiðinni í vinnuna. Þú veist, maður bara svona, ok, og þú mátt setja 4 á mig. Og maður bara svona, ok, en hún bara, og ég veit að hún tók kúnna í janúar, árið sem hún deyr, og hún var svo veik, en hún kom og klippti hennan kúnna, því hún ætlaði að gera það, Hún var svolítið þar. Svo áhorfendur viti, þá eru þið að vinna saman á Hárgreiðslustofnun Medúlu á Akureyri og systir móðir þín var að vinna þar með ykkur. Já. Af því að það vita það kannski ekki allir. Ég gleymdi allt í einu að það einhver aðrir hérna. Það þessi viti ekki fyrir við erum svo frægar, Það vita þetta náttúrulega allir, En þannig að það hefur alveg verið henni greinilega mikilvægt að svona ekki að draga sig í hlé heldur að vera með þangað eins lengi og gat. Já, en það sem að, þú veist, þegar þú ert að vinna með einhverjum allan daginn og svo það líka systir þín, þá þetta rosalega missi. Þegar þú missir einstakling úr lífiðinu, það bara drullu erfitt. Einmitt, það finnst nú fyrir hún að grænja. Ég held það sé mjög eðlilega. Já. Það ekkert skrítið. Hvað langt síðan hún dó? Hún deyr 2,5 ár, tæft. Nei, það 2,5 ár. 2,5 ár. Hún glímdi við þennan sjúkdóm í 2,5 ár, cirka. Og hvað var hún gömul þegar hún dó? Bara rétt 50. Já. Það verið 51 annað sumari. Já. Mjög ung, en hún hélt upp á afmæli sitt. Flott afmæli. 50-afmæli. Hún hélt upp á 50-afmæli sitt. Já. Og það var ótrúlega flott og við vorum alltaf búin að ákveða við systur að fara með henni erlendis. Fór í ferð og hún átti alltaf að klára þetta, Þú veist, hún átti alltaf að vera búin að sigrast á þessu, þannig að við sengum þessum ár, minnum mig örugglega. Ferðinni og fórum saman 2018 í nóvember og þarna var ég kom með grun það að krabbameini væri búin að dreifa sér meira heldur en það var
og það var komið í beinin og það var komið í höfuðið þarna á þess að við vorum búin að láta skoða en þetta var eitthvað sem mig grunaði. Var það bara út af því að hún var eitthvað þreyttari eða var einhver tilfinning? Það var einhver tilfinning. Maður bara svona fann fyrir því og maður var alltaf svolítið að passa upp á að það yrði svona skoðað alla hluti. En við fórum þarna út og við erum sem sagt, ég á 2 systur, ég miðju barn og á eldri systur og yngri systur sem eru yndislegar og fórum saman í þessa ferð og þetta var geggjuð ferð. Fórum til Rómar, beint frá Akureyri og þó við höfum ekki mikið verið að labba og skoða því að hún var svo þreytt. Þá fórum við bara út að borða og borðum góð mat og vorum bara eiginlega bara svolítið að skemmta okkur, sko. Já. Þannig að þetta var bara mjög dýrmætt að hafa farið þarna saman í þessa ferð. Trúi því. Sér vantilega ekki eftir því? Nei, alls ekki. Nei. Sér eiginlega bara eftir að hafa ekki gert það fyrr, sko. Eiginlega, þú veist, núna bara, finnst manni pínu svona, maður á ekki að fresta neinu, maður bara að gera það. Alveg sama hvort að það er búið að segja manni einhverja leiðilega fréttir eða ekki. Já, bara do it. Já. Já, ég man að hún skellti sig líka í hjólaferð með vinkonu sinni. Hann að langa sig í hjólaferð, hún kunni náttúrulega ekkert að hjóla. Nei, hún gerði bara hluti. Af því að ég hafði farið í hjóla hér, þá vildi hún líka fara í hjólaferð. Já. Og mér fannst það bara æðislegt. Hún dreif sig þarna með bestu vinkonu sinni og þær fóru saman þarna. Fóru það langt eitthvað? Nei, þær fóru hérna niður Rínadalinn, minni mig, eða Mósadalinn, annarkosti, ég man ekki. Og þetta var bara ótrúlega gaman. Ég held bara ég held að líka hafi verið svolítið dýrmætt fyrir vinkonunnar. Já, ég trúi því. Sem var mjög nálægt henni og hérna. En hún greinilega... Svo væri svona aðeins að byggja undir að kveðja, skil ég. En hún greinilega alveg fyllst af svona einhvers konar lífsvilja. En hvernig kona var hún samt? Var hún svoleiðis líka áður hún greinist með krabbamein? Var hún alltaf að gera hluti eða hvernig típa var hún? Sko, við erum eins og svart og hvít, systurnar, allan fyrir mér. Mjög kærlaus. Stundum óþarflega kærlaus. Fór alveg ótrúlega töðunar á mér stundum. En við vorum mjög nánar og gátum hlegið eins og vitlsingar og hún hafði bara ótrúlega gott minni og myndi alltaf ef ég gerði eitthvað sem var ekki alveg svona við hæfi, þá gátt hún alltaf muna og myndi mér reglulega á það. Já, frábært. Mér til mikillar og segjum ekki meir. Nei. En bara frábær systir, alla staði, sko. En enginn er fullkomin, þannig að... Nei, auðvitað ekki. En hvernig, sko, nú talið að hún hafi einhvern veginn alltaf haldið í neistan og þú veist, verið jákvæð þráttur erfiðar fréttir og svona. En, þú veist, brotnaði hann aldrei niður yfir þessu? Eða, þú veist, var hún aldrei svona, hvað segir maður, svona veikburða yfir þessu? Kannski bara við ykkur eða... Mér fannst það ekki, sko. Ég held samt, sko, meira henni hafi þótt erfitt náttúrulega eins og með að missa hárið. Það var svona svolítið erfitt, en hún hélt bara, þú veist, að því hann langaði alltaf að vera að skvísa, sko. Það var bara númer 1 og 3 og hún náttúrulega ekki að láta einhvern sjá sig vera auðmikilegen, sko. Þannig að það var kannski pínu það, þú veist, þegar hún, misti hárið, en þá fór hún bara að, nota slæður og gerði þær ógeðslega flottar og það var líka bara eins og greiðsla hvernig hún var með slæðunar og með lítinn snúð hérna niðri og þú veist, þetta var bara eins og hárið á henni, sko. Og rós hérna og svona. Já. Þannig að ég er búin að lána slæðurnar hennar, eða fekkar hjá hafði sitt. Vinkona mín er að gangi gegnum krabbameins núna og hún er alveg ótrúlega ánægð með þetta því þetta er svo smart. Þetta þarf ekki að vera, maður gerir bara best úr þessu, sko, sem Helga gerði með þetta. Og ég veit að ég man eftir því að það voru konur sem kom og spurði, hvernig gerur slæðina, getur þið kennt mér það? Ég held hún hafi haft maður þess að námskeið fyrir það, sko. Í alvörunni? Já, mér minni það, sko, já. Hún tók sér svo flott, sko. Já, hún var beðin það. En talandi hún vildi vera að skvísa, þá þegar Hafdís gifti sig, þá náttúrulega vildi allir vera í sínu besta formi og flottust og hún var í svona háum svona stífvélum sem voru ekkert rosalega þægileg. Nei, aukatri. Og algjört aukatri. Og ég er alltaf svona, ég er svona freka fyrir lágbotna og finnst það gott og var í háum hælum. Þú kýst þægindi. Já, ég er svona meira þar, en var með sko auka skó með mig svona ef henni var fann að drepa mig. Sá ég að hún var eitthvað orðinslega upp og svona og ég segi Helga, ég er með aðra skó, sko. Nei. Gleymdu, sko, ég fyrir ekki í svona flatbotna skó, sko, ótrúleg. Hún ætlaði að vera að skvísa allan tíman. En ég gifti mig einmitt þannig 2018 á tímabilið sem hún er einmitt veik, sko. Já.
Flýttirðu því eitthvað út af henni eða? Já, meðal annars sko, þú veist, við vorum náttúrulega trúlofið í einhver tíma áður en við giftum okkur og ég var alltaf búin að plana eitthvað annarkvort höfum við sumarbrúðkaup eða vetrarbrúðkaup og svo var ég bara, ég held að ég þurfi bara að fara að kýla á það, þannig að svona var bara örugglega með hálft ári fyrirvara þannig séð og gerði þetta milli jólin í árs. Gifti mig 27. og var með partí 28. á afmælisdeginum mér heldur. Afmælisdaginn minn, sko. Alveg fullkomið. Þannig að ég gerði Það var alveg hæfi. Já, ég dreifði svo marga daga, sko. En það var ótrúlega gaman og ég svo glöð að hún hafi náði að vera með, sko. Og hún var það nú líka, alveg bara. Ég trúi því, lítur að hafa verið mikilsvirði. Já. Hún byrjaði að veikja svolítið mikið eftir þetta í janúar. Fórum með henni í Geisla í janúar. Já. Og þá, man ég alltaf eftir að hann fer að tala sko, byrja læknin, þú veist, er mikið af, æxlum í höfðinu og það er svo mörg að ég get ekki talið þau. Og ég bara, þá fannst maður þetta svo hræðilega hrettir, sko. En hún bara, voru ekki að tala að fara á mokkakaffi, þú veist. Bara, koma, gera eitthvað skemmtilegt, ekki ræða þetta. Vá. Maður bara svona... Fylgur kraftur. En þú veist, opnaði hann sig aldrei erfiðar hugsanir, eitthvað að, þú veist, að hún væri að fara að deyja eða eitthvað. Talaði hún eitthvað það eða hélt hún því bara fyrir sig? Nei, hún talaði helling að hún væri að fara að deyja, mástu hún að undirbúa. Já, sko, en kannski ekki, hún var kannski ekki að brotna niður við því. Þetta var einhvern veginn svona bara eitthvað sem var að fara að gerast. Ég veit að hún skrifaði bók sem ég hef ekki ennþá farið í, ég er ekki tilbúin í það. Og hún gerði líka myndbönd sem ég heldur ekki farið í. Það er ég er ekki tilbúin í það, ég veit ekki hvenær ég verða. Nei, þú veist það kannski bara þegar það er komið. Þannig að þar mögulega er eitthvað svona vangaveltur og eitthvað svoleiðis. En annars, hún sá bara sína jarðarför þannig séð, sko. Hún vissi hverjir átt að vera kirstuberjar og... Hún vissi hverjir átt að syngja. Hverjir átt að syngja, hvaða tónlist og lög átt að vera. Og Hafdís átti helst að syngja öll lögin, sko. Talandi það, var það ekki bara ekkert mál að syngja í jarðarför móður sinnar? Ég get ekki sagt að það veri ekkert mál. En ég söng í jarðarför hjá afa, sem var mér mjög mikilsvirði og yndislegur hann afi minn. Hann var líka rakari, þannig að maður sko... Og langafi. Já, langafi var líka rakari, þannig að ég fjórði liðurinn, sko. Skattar stoltið, já, glæsileg. Og einhvern veginn var ég búin að ákveða þá bara að ég skildi vera með fyrsta lagið, það skildi helst ekkert vera mikið að gerast á undan. Ég ætlaði bara að taka þetta lag og svo bara ætlaði ég að fá líka að vera ég í friði, þú veist, fá að syrgja í friði. Já, án þess að hafa áhyggjur af því að þurfa að performa. En þú hefur bara alveg komist í gegnum það og... Já, ég gerði það. Maður bara kannski að passa sig að horfa ekki í augun á þeim sem maður elskar mest. Nei, horfa svona yfir. Aðeins að tekja sér rétt á meðan. Já, þetta er ótrúlega, það er ótrúlega styrkur. Ertu samt ekki fegin að þú gerði það? Ég er mjög glöð að ég gerði það. Ég hef, sko, hún hefði ekki verið ánægð ef ég hef ekki gert það, sko. Ég hef bara fengið að heyra. Hún er ásókti. Örugglega. Ég vona ekki. En heyrðu, nú erum við náttúrulega búin að tala rosalega lengi, en það líður eins og sé búin að tala í 5 mínútur. En það er komið tími á auglýsingahlé, þannig að ég bara hvet fólk til þess að fylla kaffibollana og mæta aftur eftir augnablik. Velkomin aftur í þetta kósí kvöldkaffi hérna hjá okkur á N4. Ég er með hana Huldu og Hafdísi hérna hjá mér. Við erum að tala hana Helgu. Sko, nú er svolítið liðið frá. Hvernig finnið þið mun á sko sorgin ykkar núna og svona kannski þegar það var bara ár eða eitthvað svoleiðis síðan? Ég veit ekki hvað ég á að segja. Maður saknar hennar alltaf. En þú veist, þegar aðili verður svona veikur, að þá þú vilt auðvitað alveg hafa alla eins lengi og hægt er, en þú verður að sleppa þegar það kemur að því. Og ég einhvern veginn bara hugsaði með mér, Helga hefði viljað að ég tækla þetta svona. Og ég bara tæklaði þetta
með hana alltaf með, sko. Já. Ég held að ég sé alveg sammála því að því að svona á síðustu metrum þegar hún var sem veikust þá vonaði maður að hún ekki lengi svona. Þú veist, það svona, maður komin á þann stað. Og við vorum svo heppnar að Helga var heima allan tíman og heimahlýning gerði það kleift að Helga hafði þennan möguleika og við kunum bara alltaf droppað inn, sko. Af því ég náttúrulega með mitt fyrirtæki sem við áttum á þeim tíma saman og ég gæti ekki bara lokað. Þú veist, það var ekkert alveg, ég var í mjög erfiðri aðstöðu og þá fannst mér svo gott að ég gæti bara farið, Helga var heima, ég gæti bara droppa inn, eitt kaffibolla, sest á rúmstokkinn og spjalla og fara svo aftur í vinnuna, kannski hádegismatinn. Og svo kvöldin þegar við búin að vinna, þá gæti ég tekið nóttina. Ef hún hefði kannski verið á sjúkrahúsi, með fullri virðingu fyrir sjúkrahúsinu sem náttúrulega frábært, ég ekki að tala illa það. En það gótt að bæði eru í boði. Já, og þarna voru 6 yndislegar konur sem að hver annari betri, að mínum mati, að gáfa okkur þetta tækifæri og ég veit ekki hvort allir vitum það, en þarna þegar við hittum hérna Friðbjörn og Signý sem voru náttúrulega læknarnir hérna á Akureyri, að þá var þessi möguleiki í boði og Helga var fyrst alveg, ég ætla hérna í lokin bara að fara á sjúkrahúsið. Þetta stefnir þangað. Og við bara, í alvöru. En svo sáum bara hvað þetta var æðislegt. Ég gæti hringt í að sko, bara þar voru komnar 5 mínútur. Eða ef það var eitthvað vandamál, að þá gæti ég hringt að spjalla, heyrðu hann líður svo illa, hérna hvað ég gera, eitthvað svona, sko. Þá fekk maður smá styrk. Þú veist. Já, og hún hefur greinilega líka bara treyst þeim 100%. Algjörlega. Sleppti þessari hugmyndum að fara á sjúkrahús. Já, og fekk svo bara rúm heim í lokin og svona. Já. Þannig að mér fannst það gera mjög mikið, af því að Hafdís náttúrulega var líka að vinna og Helga líka að vinna og við hefðum alla bara dottið úr vinnunni, getur bara ímyndað þér. Þetta var erfið ákvörðun að þurfa að halda áfram eins og ekkert væri. Já, en hún hefur kannski miðað við hvernig þið lýsið henni, þá það kannski það sem að hún skildi þetta 100%, sko. Hún hefur kannski ekkert viljað að allir hefur bara einhvern veginn lagt árar í bát og... Nei, en það voru við líka rosa skiptast á að vera hjá henni, eða þú veist, við vorum dugleg við það að þetta náttúrulega þannig að litla systir mín býr þarna hjá henni og maður þurfti líka að passa upp á að hún ekki bara ein þar, eða þú veist, þannig að við yrðum bara svolítið með. Já, hún þurfti að fá koma pásu, fara hans út líka, skilji. Hvað var hún gömul þegar hún er, 18-19, hún þannig að fara að útskrifast á menntaskólanum þegar hún deyr. Hún misti af útskriftinni því miður, sko. Já, það verið erfið ár fyrir hana. Og hún sleppti hana hokkíferð út til að fara að keppa, til að vera með mömmu sín og læknir sagði líka við hana að Friðbjörn, ég myndi skoða það vel að fara. Þá hugsaði maður sér bara, ég bara þegar að sagði þetta, þá var þetta eitthvað svo, vá, við verðum að, þetta bara svona stutt í þetta. Þú veist, maður alltaf einu svona... En við vildum líka hafa það þannig, við vildum ekki að það væri eitthvað að fela eitthvað fyrir eitthvað, eða fegra eitthvað hluti. Við vildum bara fá það eins og við væru, svo við værum bara viðbúin fyrir það. Og þú veist, það var líka gott bara að fá að vita það. Þetta er eins og systir mín eldri bjó í Reykjavík á þessum tíma og hún kemur í einhver tíma og fer svo aftur suður að því að hún þarf að hitta lækni, var þarna óleita á þessum tíma, ég reyndar líka. Já, báðar óleitar, ég bara, við höfum alltaf að Helga ertu búin að segja, óleita átti að eiga í desember, skiljur, sem aðalvinnumánuðurinn okkar, svo það var eitthvað alveg bara issue, en hún var svolítið svona, þú veist. En þarna fékk ég líka að vita bara, systir mín ætlaði að koma á föstudegi, síðan tilbaka eða eitthvað, og þær létu mig vita að þú veist að það færi nú að koma að svo ég spurði bara á ég að segja henni að koma fyrr og hún sagði bara já, þannig að við breyttum fluginu og hún kom bara strax, bara í næsta flugi sem var hægt að koma og við hefðum heldur ekki viljað missa því en ég held samt að mamma hafi alveg klárlega beðið eftir henni, sko. Og við náðum þannig kveðina, þannig 3 saman systurnar og þá vorum við að tala um að hún var með stórt hjónarúm og við vorum með rúm frá sjúkrahúsinu. Þannig að við vorum bara allar í kös, alveg bara 4 saman. Já, eina mynd af ykkur, öllum 4 upp í rúmi sem ég tók, sem ég bara svona á fyrir mig. En það voru eitthvað svo krúttlegar, ég var að koma í hádeginu, bara að kikka inn, þá voru það allar upp í rúmi. Æðislega fallegt moment, fannst mér allavega. Við sem bara, ég verð að fá taka mynd af ykkur. Já, það er gott að eiga. Já, á þessa mynd. Já. En við systurnar erum rosalega
Ég allavega mjög háð þeim, eiginlega, myndi ég segja. Ég bara, þú veist, litla systir mín, við búum samansett í húsinu hennar mömmu í dag. Já. Og hún með kærasta sinn og fekk sér svo hund, þannig að ég með stóra fjölskyldu, 2 lítið börn og systir mín og kærastan. Mikið líf í húsinu? Mikið líf í húsinu, mér finnst það bara æðislegt. Dásamlegt. Og svo systir mín býr í Reykjavík og ég vil helst eyða öllum frítímanum mín með henni þegar ég á sumarfrí, þá eyðum við sumrinu saman helst. Dásamlegt. Og eigum rosalega auðvelt með að tala við hver aðra og einhvern veginn. Var það líka þannig áður að finnst þér þetta hafi fært ykkur ennþá nær hver annarri? Ennþá nær, finnst mér, alveg klálega. En vorum samrýndar fyrir, en miklu meira núna þannig séð. Þannig að... Já, þetta er svo skrítinn atburður að einhver svona sé með manni og búin að vera með manni alla tíð og svo allt í einu bara ekki meira og þetta er svo mikil aðlögunartími. Ég veit ekki hvort að maður nái einhvern tímann algjörlega að aðlagast, en... Ég hugsa sko að því nú hef ég mist 2 systkini. Fyrra var erfiðara, af því það var svona skyndilegt, það var svona slys. Já. En þetta var öðruvísi að því þetta voru veikindi og þú hafði svona tíma til að búa þig hans undir þetta einhvern veginn. Þó að þetta aldrei alveg tilbúin, þá upplifði ég þetta allt öðruvísi. Og ég er náttúrulega orðin eldri og ég hélt þegar Kjarri bróðir dó að þetta væri þannig að ég myndi bara aldrei líta glaðan dag aftur. Þetta væri bara, lífið væri bara búið, ég er alltaf sorgmætt. Já, hann var bara rifinn frá því bara. Hnút sem kemur hérna. En einhvern veginn þá fær maður þetta og maður reynir að sjá þetta jákvæða, skemmtilega, góðu minningarnar komu upp og svona. Og þessar minningar ylja manni, algjörlega, myndi ég segja. Svo líka bara ýmislegt sem gerist í manns lífi, sem bætist við eins og ég og eldri systir minni eignast þetta börn á svipum tíma, hún og síðan stelpa í ágúst og ég í desember, sama ár og mamma deyr, sko. Þannig að þetta gaf mann alveg ýmislegt, þú veist, þetta ár var ekki bara alveg ömurlegt, skiljum við. Nei, akkurat, það voru ljós í myrkrinu. Algjörlega. Og við vorum þarna, þú veist, ég er náttúrulega bara nýbúin að pissa á prófið þegar, sko, bara, og fer bara beint til mömmu bara. Þannig að hún fekk að vita að ég var ólétt, bara, þú veist, komið mjög stutt og hún var svo spennt sko án þess að geta sýnt að ég með tilfinningum þannig séð því að hún var svo lyfjuð þarna. Og ég fann það með því að hún var bara, má ég segja systurum þinn með þetta? Og bara hringdi í systur mín og bara, gettu hvað? Já, hún hefur allavega fengið að vera hérna boðberinn. Já, hún fengið góða fréttir allavega. Já, algjörlega. Já. Þannig að fyrir þeim var ég ólétt mjög lengi. Ógeðslega lengi. Ég fengi að vita að þetta mun fyrir heldur en svona gengur gerist. Já, ég held það. Og svo held ég líka að hún hefði verið, þú veist, að því að við áttum náttúrulega fyrirtæki saman, að hún hefði verið svo ánægð með það að Hafdís er náttúrulega orðin eigandi með mér í dag, af því að nú erum við saman í þessu, eins og við værum frængur og mægur þess vegna, skilurðu. Og henni fannst hún hafa svona tryggt, held ég, ákveðna hluti á hún að færi, sko. Það sem hún gat skipulagt, þú veist, þó hún hafði kannski beint stjórn þess að Hafdís náttúrulega valdi sér þetta fag sjálf, en kom sér vel. Kom sér mjög vel fyrir mig. Má svona ítti mér þess að geti sagt, en jú, ég valdi þetta líka sjálf. Já, hann lítur út fyrir að sérst ánægð með það. Já. En við vorum heppnar að geta unnið alla saman tíma, það var mjög skemmtilegt. Já, ég get alveg ímyndað með það. Óvanalegt, en það var alveg skemmtilegt að hafa þessa upplifun líka með henni. Þannig við eigum marga góða minningur úr vinninni eins og úr prívatlífinu. Þyrftum eiginlega að skrifa bók. Já, eiginlega. Ég hvet ykkur bara til þess. Hérna, svona að lokum, þá var ég bara að spá í það hvort að þið væru með svona einhvers konar ráð fyrir nána aðstandendur þeirra sem eru með erfiðan krabbameinssjúkdóm. Ég veit að fólk tæklar þetta aldrei eins. Ég held að það sé bara rosalega mikið að hafa einhver til að tala við. Ekki byrja þetta allt inni. Reyna að ræða þetta eins og hægt er. Nýttu þið ykkur eitthvað, til dæmis krabbameinsfélagið eða einhverju ljósið eða eitthvað slíkt? Ljósið var náttúrulega bara fyrir sunnan á þessum tíma. Helga fór mikið í það. Ég fór einhver tíman hérna hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar. Gerðu þú það líka? Ég gerði það eins. Fórum í svona fyrir aðstand, fyrir samtal. Það var bara mjög gott. En svona öllu jöfnu tala maður kannski bara við sinn nánasta, þannig lagað þetta. Ég held að það fari bara eftir bara
hvað þú heppin, eða þú veist, með fólki í kringu þig. Ég á náttúrulega þessar 2 systur sem eru bara kletturum minn og við getum rætt saman án þess að þessi stutt í grátur einhvern veginn. Þetta verður einhvern svona eðlileg samtal hjá okkur. En ef ég tala við einhvern annan þá það miklu erfiðara. En ég held allan í mínu tilfelli átti ég mjög auðvelt með að tala við systur mínar. Miklu auðveldar heldur en ég gerði við maka minn, sko. En þó hann hafi alveg klálega verið til staðar, þá átti ég auðveldara með að tala við þær einhvern veginn. Já, ég segi, Lúli var minn klettur, sko. Við gátum alltaf rætt mál. Já, algjörlega. Hann fekk vera stöðpúinn, algjörlega. Þannig að maður verður að finna sinn. Og kannski kúnnarnir. Það var margir hverjir sem að því þú hefur þessa upplifun og þessa reynslu, getur þú hjálpað mér, getur þú frætt mig. Já. Náttúrulega þeir náttúrulega vita af því að þið séu allar að vinna þarna saman og eflaust svona allan að fastakúnnarnir ykkar alveg verið með þetta það sem var í gangi. Fullt af fólki sem fær þessar fréttir og svo segir æ, þú veist hvað að gangi í gegnum. Já, algjörlega. Alveg þá bara, já, og svo kemur samtalið sem að það þarf að eiga. Þó þú sett algjörlega ókunnug þá bara ertu þarna til að hlusta. Svo maður nú búin að erfa einhverja kúnna að munmu sem mann þykir eiginlega bara fínu vættum. Nákvæmlega. Þannig að allan skilabóðin eru þá kannski svona svo við ljúkum þættinum á einhverjum svona uppbyggilegum nótum þó þetta sé náttúrulega búið að vera yndislegt spjall og þakka ykkur kærlega fyrir að þá er þetta spurning að opna munninn og tala. Jafnvel þó það sé ekki einu svona einhver sem maður þekkir neitt. Þarf ekki endilega að vera. Bara skiptast á tilfinningum. Tala við hárgreiðslukonu sína. Tala við hárgreiðslukonu. Það má líka gera það. Við erum alltaf tilbúin til að Ég held að allir elski að tala við hárgreiðslukonu sína. Eða mannin. Eða hársnirtin. Hársnirtin, er það? Já, það er málið. Í dag. Ok, heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta. Bara gaman. Og bara skál. Já, skál fyrir okkur. Skál fyrir lífinu. Skál fyrir lífinu. Njótum. Heyrðu, ég ætla ekki að gleyma ykkur. Takk kærlega fyrir að vera með okkur hérna í Kvöldkaffi. Búið að vera mjög huggulegt. Ekki gleyma, það er bleikur október. Það er hægt að styrkja og sækja viðburði og allt mögulegt. Ég veit að allar upplýsingar eru inn á heimasíðu Krabbameinsfélagsins og líka á Facebook. Ég vil minna á að það er hægt að horfa á þættina okkar á N4 safninu, sjónvarpi Símans. Það er hægt að horfa á netinu, n4.is og á Facebook síðan okkar. Endilega fylgist með og takk fyrir kvöldið.